Nú skiptum við gír og hættum að hugsa bakendan í smá stund og förum að skoða React og í raun hvernig React útgáfa af svona nútímalegu framenda og bakenda library, framework, eitthvað sem hjálpar okkur við að skrifa stóra vefi, bara vefi sem skala alveg upp í að vera bara eins og þeir stærstu í heiminum en við getum samt sem að nota það og nýtt okkur í okkar verkefnum og þau gefa okkur alls konar þessi tól og þau eru nokkur en við ætlum að skoða React en svona sagan fyrir vefinn það svona eiginlega fyrir og eftir þarna einhvern tímann í kringum 2004 þar sem að frá 92, 3, 4 þarna þegar vefinum var að fæðast fyrst 10 ár hans þá var svolítið mikið svona kúrika stemning og fólk að komast að hvernig þetta virkaði og hvernig ætti að nýta þetta hvað vefurinn, hvernig átti að birta gögnin, þetta bara fyrir documents og svo var þetta Web 2.0 þá var svona ákveðin bylting þar sem að þetta var á O'Reilly ráðstefnu þar sem þetta var rætt og þá voru í raun farið að flokka þessi vefi sem svona vefforrit og þá voru svona fyrstu stóru vefforritin voru svona eins og Google Maps og Gmail frá Google þar sem að þú varst farin að vera með vefforrit sem að var að haga sér eins og desktopforrit og var að geta verið með í raun bara eitthvað, geta skoða heiminn, geta skoða kort, geta verið með bara heilan e-mail client í Vafra og það hrundi á stað svona miklum uppgangi sem að var svo sem byrjaður með stöðlun og þess að það eitthvað sem við fórum yfir í Webforritinu 1 hvernig þetta tók tíma að koma allir þessum stöðlum og koma allir vöfrunum á sama stað og þessi Vafra stríð og síðan í raun komu alls konar svona tól sem hjálpaði fólki að gera svona flóknari hluti og frægast af þeim í raun jQuery sem ennþá bara alveg rosalega mikið notað tól sem að hjálpaði til við að gera allar þessar DOM-aðgerðir og gera allar þessar breytingar sem þurfti að gera á DOM-inu til þess að geta fengið svona mjög interaktívan vef þar sem ég gæti smelt á eitthvað og þá opnaðist eitthvað á vefnum mínum og svo gæti ég dragga and droppa eitthvað og ég gæti ítt á takka sem sótti inn í gögn og setti hann inn í þennan glugga og gerði þetta sem við köllum í raun svona nútíma VF sem ekki bara eitthvað ég með HTML og text á skjánum og svo einhvern link sem fer með á næsta sem samt sem áður ekkert slæmt og það bara oft nákvæmlega það sem maður þarf þegar maður að gera vefi en stundum það líka þannig að við viljum gera eitthvað sem aðeins meira svona meira aðeins meira töff, aðeins meira eitthvað að vera og þá koma þessi tólin og hjálpa okkur við það að í raun gera það af því að þetta oft ef við ætlum að gera þetta allt í svona vanilla JavaScript og CSS þá væri það rosalega mikil vinna bara alltaf að vera að byggja upp þennan grunn og ef við værum sjálf að byggja upp þennan grunn og værum síðan að replikera hann á milli verkefna af hverju ekki þá bara nota einhvern grunn sem að aðrir hafa búið til og í raun studdir af risastórum fyrirtækjum eins og Google eða Facebook og eru í raun í aktífri þróun og það byrjaði að koma í svona stærri frameworkum þegar fólk var einmitt búið að gera þetta. Það var búið að vera að búa til sín eigin svona heimasmíði framework og svona bara eins og þetta gerist. Það var bara einhver nú búin að gera svona vefi enn sinnum. Ég búin að komast að því að þeir hafa allir þessa virkni. Þeir þurfa allir að geta sótt gögn. Þeir þurfa allir að geta sett eitthvað svona loading state. Þeir þurfa allir að geta gert X. Og þá hópar því saman í eitthvað framework og gefur það út og svo getur við notað það til þess að búa síðan til sértæk verkefni byggð á almennum lausnum á verkefnum og síðan kom aftur svona trend sem ennþá í dag svo sem til en ekkert endilega það sem við viljum alltaf vera að stefna að en eru margir svona sem að vilja við hægja sér þannig að vera með svona single page application eða SPA og þá áttu í raun bara að geta opna vefinn og síðan ekkert refresh það aldrei ég upplifi aldrei að ég sé á vef lengur, ég ít aldrei á link og hleð inn nýrri síðu. Það er allt einhvern veginn, það er allt tengt, þannig að ég ít á eitthvað, þá hleðst bara newsfeedið mitt. Ég ít á þetta þá opnast
chatgluggi minn eins og Facebook, það er allt bara, það er allt innan Facebook. Sama með að opna Slack í Vafra, það er allt bara, Slack er bara keyrir þar í glugganum, það er í raun ekkert sem er að gerast. Og þá náttúrulega er þetta eins og Slack sem er í raun bara vefur. Slack appið og Slack vefurinn nota sama kódbasið þegar Slack er bara skrifað með HTML, CSS og JavaScript. En það notar síðan bara eitthvað svona enn annað framework til þess að taka síðan vefpakkan eða vefinn sem er búinn til, vefforritið, og setja það inn í eitthvað sem getur keyrt síðan sem application, bara í application layernum í stýrikerfinu okkar. Þannig að þetta er þessi svona óljósu mörk á milli alvöru forrits, svona desktop forrits og svo vefs sem eru orðið mjög blurry í dag. Þannig að þetta er þessi löngun til þess að vefurinn sé bara, ég keyri þetta inn í vafranum mínum og þetta er bara eins og ég sé að keyra eitthvað desktop forrit. Og það er náttúrulega líka búið að vera margs konar tilraunir til þess að gera þetta bara, búa til heilu stýrikerfin sem að haga sér bara svona eins og hvað heitir það, Chromebook og Chrome OS sem notar bara Chrome vafran sem stýrikerfi og bara öll forrit eru vefir. Og svo er bara einhver leið til þess að taka þessa vefi og installa þeim sem forritum. Og sama með forrit sem er að keyra eins og í svona PWAs, sem eru Progressive Web Apps, sem er tækni sem kom frá Google og hefur gengið reyndar illa að staðla. Safari hefur verið að ýta á móti, sem hefur verið hægt á þeirri þróun. Það er alveg góðar ástæður fyrir því af hverju Safari vill ekki gera. En það er aftur þessi löngun og þessi tendans til þess að reyna að gera vefinn að forriti. Og það er bara, já, sum verkefni vilja það, sum verkefni þá hentar það frábærlega, önnur verkefni þá er það absolutely overkill, en það er þetta spektrum af lausnum sem við getum skrifað á vefnum. Og á einhverju tímapunkti þá förum við frá því að vera hérna megin, þar sem við getum verið bara HTML, CSS og JavaScript og bara eins og við vorum að gera í vefforritinu 1, yfir það að við erum farin að vinna í raun gegn okkur með því að við erum ekki að nota einhverju svona staðlaða lausnir sem er að hjálpa okkur við það að búa til forritinu okkar. Og þá koma inn þessi stærri JS frameworks eða libraries sem að bjóða upp á þá svona staðlaða virkni og bara leiði til þess að smíða þessa hluti. Og þau eru svolítið mörg, en við ætlum að kafa nokkuð djúpt í React og við ætlum að skoða og mörg af þessum konseptum sem við erum að fara yfir eru til staðar í hinum frameworkunum og þá eru þessi hin framework eru Angular, er svona fyrir upp og niður hversu mikið það er notað. Svo er Vue búið að vera rosa uppgangur í því seinustu ár. Og svo eru önnur eins og Svelte sem er að koma sterkt inn, sem er svona mjög áhugavert. Og svo eru fleiri, einhver sem eru bara algjörlega öðruvísi, eins og Elm sem notar einn functional forritunarmál sem ekki PureScript, ég man ekki alveg hvað það er. Það er alls konar hann úti og það er í raun bara þegar við erum að gera verkefni þá er það að velja hvaða tækni og hvaða framework við ætlum að nota til að smíða verkefni okkar er rosalega svona fundamental ákvörðun. Þannig að hún er eitthvað sem við þurfum að taka af svona ákveðni ábyrgð og svona vera svolítið faglegi kringu það. En React er orðið svona safe bet. Þannig að það er svona saying, það er engin rekinn fyrir að kaupa IBM og það verður engin rekinn fyrir að velja React. En þetta er svona hvernig við getum þetta er React komponent hérna og þetta er sér í lagi class komponent sem við skoðum svo eftir, það eru tvær týpur af þeim og við erum þá að skrifa hérna einhvern JavaScript kóða sem er að nýta klassa. Við erum að nýta member breytu til þess að gefa eitthvað state. Við erum hérna með einhvern event handler inn í klassanum okkar. Svo erum við með eitthvað render fall og þarna hérna sjáum við að hér er eitthvað skrítið í gangi. Við erum að returna einhverju sem að lítur út eins og HTML en er samt með einhverju on-click og einhverjum syntax hérna sem að, þetta er þetta eitthvað svona template syntax eins og við séum í EUS? Já, þetta er það, en þetta hérna er sem sagt eitt svona af stóru atriðunum í React er þetta hérna sem er JSX sem við skoðum eftir.
Þannig að þetta eitthvað sem við getum núna eftir þennan fyrirlestur munum við geta skilja við allt hvað í gangi hér og hvað þetta allt saman þýðir. Svo þetta önnur leið til þess að skrifa sama komponentinn en núna sem function, þannig að við erum í raun með 2 leiðir sem við erum að fara yfir, en báðar þeir að nýta sér þetta JSX til þess að búa til viðmótið og síðan sömu hugmyndafræðin það að við erum með eitthvað state hérna, þannig að við erum í raun að viðhalda það hvað búið að gerast við komponentin okkar og það innan komponentsins okkar sem því í raun að við getum afmarkað stöðubreytingar innan komponents sem mjög sterkt. Og síðan höfum við innan komponentsins líka einhvern event handler sem þá í raun, þetta allt saman hérna innan eins komponents. En þetta þessi grunnhugmynd í React og þessi sem að leiðir okkur síðan að þessu JSX svo að þegar við erum að skrifa vefforrit og við erum í raun með eitthvað template mál eins og við erum séð í EUS og við erum með einhverja logík eins og í JavaScript sem að þeir eru núna búin að vera að vinna í verkefni 4 þar sem við erum að sjá svolítið hvernig logíkin og templateið, þetta svona smá upprifun hana. Templateið er í raun bara HTML í því verkefni en við höfum alltaf verið að vinna þetta líka með EUS templatein og svo erum við með einhverja logík þar sem við erum núna með eitthvað að smetla á einhvern titil eða einhvern link, ég ætla að hijacka þeirri virkni, ég ætla að sækja einhver gögn, ég ætla að breyta einhvern veginn domminu, ég ætla að skrifa eitthvað inn í dommið að aðskilja þetta og hugsa þetta sem HTML og JavaScript sé órökréttur. Við ættum í raun að hugsa þetta sem heild þar sem við erum í raun að hugsa þetta saman af því að þetta í eðlisínu tengt saman og þetta alltaf tengt saman og að vera að aðskilja þetta í raun bara einhver svona fræðilegur eitthvað svona og í raun út af því að þetta alltaf að tala svo rosalega þétt saman. Þetta alltaf, við erum alltaf að vinna bara nákvæmlega með það að taka einhvern part af domminu og breyta því og í síðan templatein okkar erum við einhvern veginn að halda því í öðru skjali og erum síðan að vísa í og úr því í þetta af hverju ekki bara blanda þessu öllu saman og horfa á þetta bara allt sem ein heild og það þessi hugmynd sem að React byggir á að blanda þessu bara saman og vera ekki að aðskilja þessu og þetta var mjög svona controversial þegar þetta kom fyrst fram í 2010 já, ef mann rétt en það ég vísi í í fyrirlestur þar sem þetta svona fyrsta stóra kynningin á þessu, þar sem í raun farið aðeins dýpra í það af hverju þetta órökrétt og af hverju það eru góð rök fyrir því að blanda þessu saman. En síðan vill React vera highly cohesive sem þýðir að þegar við erum að vinna með þessa komponenta að þá erum við í raun að vinna með þá innan einhverja möppu og inn í þeirri möppu eða innan þess komponents það sem komponentin þarf til þess að birta upplýsingarnar sínar bæði lógíkina þannig að ég veit í rauninni í hvað röð og hvernig allt útlitið á honum þannig að það hvort sem það væri CSS eða SAS eða eitthvað það þar inni og svo hvernig hann notaður af einhverjum öðrum þannig að ég get búið til hann komponent og ég get í raun encapsulatað allt sem þessi komponent vill innan einnar möppu og það þýðir í raun að við getum brotið verkefnin okkar upp í rosalega þægilega bita til þess að vinna og þetta allavega að mínum mati eitt stærsti kostur við React það að geta skipt forritunum okkar upp og unnið með þau svona rosalega einangrað. Síðan það loosely coupled sem þýðir þá að í raun hver hlutur sjálfum sér nægur og þarf ekki aðra hluti nema það sé explicitly búið til samband þeirra á milli. Þannig að ég get búið með til komponent sem gerir eitthvað ákveð, sem birtir lista, sem birtir kort og ég get síðan endurnýtt hann hvar sem ég vil og ég get látið hann nota aðra komponenta sem hugsanlega voru ekkert hugsaðir til þess að vera notaðir innan þessa komponents. Þannig ég get smíðað viðmótið og forritið mitt upp í þessum kubbum, þessum komponentum sem ég síðan púsla saman til þess að búa til heila síður eða heila
virkni eða útlit eða já, eitthvað. En það er náttúrulega svo með alla svona nútíma veftækni er að það er baggi sem fylgir þessu og það er svo að það þarf að setja upp eitthvað umhverfi til að keyra þessi verkefni. Og þetta er svo við höfum skoðað hérna roll-up, svo er eitthvað sem heitir webpack og svo er til eitthvað nýtt sem núna heitir snowpack sem fólk rosa mikið að fylgjast til, sem að reyna að losa þess mikið af þessum tóla setupi og hægt er. En það er bara þannig að React í raun þarf ákveðin tól til þess að keyra og það er hægt að byrja frá grunni og byrja alveg frá nýtt og svona installa þessu frá svona bara pakka fyrir pakka. En við getum líka notað eitthvað sem er oftast hópað saman undir hugtakinu starter kit, þar sem í raun búið að taka virkni sem þarf, sem þá í raun eitthvað til að builda prototype, eitthvað til að vera með development, sem með hot reload eitthvað og yfir í það að geta buildað þetta fyrir production og jafnvel einhverja leiði til þess að geta keyrt það síðan inn á einhvern vefþjón og þú veist, við erum bara haldið utan allt lifecycle á prototypun okkar. Og þá er þetta oft skiptist í svona 2 hópa. Við erum með svona unopinionated sem reynir í raun bara að vera með hvað er það minnsta sem þarf til þess að geta byrjað að vinna með React. Þá er það, þú veist, vera með eitthvað webpack sem sér að builda allt dótið þitt. Þú ert að vera með React sjálft, þú ert að vera með Babel sem er í raun transpilurinn sem leyfir þér í raun að skrifa nútíma JavaScript og láta það virka í eldri vefrum. Þú ert að vera með eitthvað ESLint, eitthvað svona linting library til þess að geta unni með, eða þú veist bara passa upp á þess að ekki gera eitthvað mistök í kóðunum og þá er þetta svona kannski grunnvirknin, en síðan getur þú farið yfir í þessi opinionated, það sem þú veist að segja þú þarf þetta til þess að keyra, en svo í raun það er best að nota SAS. SAS er bara best, ég er búinn að ákveða það. Ef þú nota þetta starter kit, þá ert þú bara að nota SAS og svo ertu að nota stylelint með SAS. Og svo ertu að nota Redux til þess að halda stateið þitt, af því það er best. Og þá ertu í raun komin þar sem að einhver í raun tók einhverja svona gildislaðna ákvörðun það að þetta er það sem að fólk ætti að vera að nota. Og þetta er síðan, á tímabili var komið út ný starter kit hverju viku, en svona það er búið að settla núna og núna er þetta aðalega tvö tól sem yfirleitt notuð og við ætlum að prófa bæði og annað er Create React App og hitt er síðan Next.js og Next.js er svona aðeins flóknara og er svona mætti færa rauk fyrir það sé svona opinionated en það leyfir okkur í raun að búa bara til bara heilan vef með alls konar tólum sem hjálpa okkur við að gera alls konar verkefni og er í raun það sem er verið að nota bara í stórum verkefnum eins og til dæmis hjá okkur það sem í hugsmiðinni sem við erum að gera vefi þar erum við að nota Next.js í bara öll okkar verkefni. Það er verið að gera svo nýja Ísland.is sem er risastórt þróunarverkefni núna hjá ríkinu. Það er verið að gera í raun allan framvindan þar í Next.js. Þannig að það er svona React, flott, Next.js og svona flott. Þetta er svona oft í sagt React og Next.js í næsta orði. Við þurfum React, Next.js forritara. Þannig að þetta er solid tækni sem að ég hef trú að verði í notkun allavega næstu 5 til 10 árum í viðbót. En Create React App eða CRA eða CRA er svona það minnsta sem við þurfum til að geta byrjað að nota React og því er viðhaldið af React heiminu sjálfu og það stefnir á það að þú ætti að vera með svona zero config. Þú ætti bara að geta keyrt eina skipun og ætti að byrja að skrifa React kóða sem er fyrir verkefni þitt. Það er ekki þannig að þú verður að gera einhverja skipun og svo ertu að fara inn og konfigga þetta og eftir 2 daga þá getur þú byrjað að einbeita þér að forritinu þínu eða verkefninu sem þú ert að reyna að leysa. Og það gerir þetta í raun með því að fela alveg rosalega mikið af flækjum og svona complexity á bakvið bara svona einhverja skriftur, bara eitthvað sem liggur þarna bakvið. Er frekar unopinionated, hefur samt svona uppskriftir sem við getum keyrt inn til þess að fá inn eitthvað ákveðið. En samt sem að hefur stuðning við SAS án nokkurra vandræða. Við getum síðan bætt við TypeScript sem við munum sjá seinna. Þá er það í raun svona einstilling sem við þurfum að gefa því þegar við byrjum. Eða
ein aðgerð sem við þurfum að keyra til þess að breyta verkefninu okkar. Og þetta er mjög góður og raun bara besti staðurinn til þess að byrja þegar við erum að gera React Forrit. Og öll svona dæmin sem ég mun vera að keyra í eru sett upp síðan með Create React App. Ég er búinn að strýpa út bara svona eiginlega allt, þannig að það sé bara að keyra dæmi sem við erum með, sem gera verkum að þau eru líka frekar svona dúm, að þau eru ekki, þau eru bara að sýna eitt konsept, þau eru ekki að sýna heildar app. Og þegar við förum erum búin að taka fyrstu skrefin í React, þá munum við ég mun taka bara svona starra verkefni eða svona starra dæmi í næstu viku sem við notum Create React App, og svo í vikunni þar á eftir þá munum við fara ykkur yfir í Next.js þar sem við munum skoða hvernig við getum bara búið til eitthvað sem væri bara vefur með getum tekið síðan eitthvað vefur svona kerfi, við getum verið með eitthvað og við getum tengt við einhverja vefþjónustur og við erum farin að búa, það er svona seinasti parturinn af því að þið hafið í höndunum öll tólin sem þarf til að búa til bara nútímalegt vefforrit árið 2021. Já, þetta síðan við getum sloppið frá og gert svona, við getum séð alla flækjutur með því að keyra hérna eject sem við ítum á stóra rauða takkan og alla flækjurnar allt í einu birtast okkur og allt dótið kemur inn í projektið okkar. Allt í einu erum við ekki lengur með einhverjar 4 skrár, heldur erum við 40 og þá er það ef við viljum gera það, en það er sjaldan það sem við viljum gera. En til þess að keyra Create React App, þá keyrum við bara einfallega þetta hérna npx sem kemur með npm sem leyfir okkur að keyra npm forrit án þess að installa því, sem keyrir Create React App npm módulinn, segjum eitthvað nafn og förum inn í þann folder og keyrum npm start og þá erum við búin að installa öllu og getum keyrt projektið. Þannig að ef við gerum það svona bara í ganni hérna, þá er þetta náttúrulega eins og Smart sem notar þessi þessar tólakæður okkar í þessum vefforritunum heimi. Þá þarf þetta að sækja allt í gegnum notar Yarn hérna default að því ég er með það uppsett. Það þarf að sækja þetta allt saman og þetta mun bókstaflega taka nokkrar mínútur. Þannig ég ætla bara að leyfa þess að malla hérna meðan við höldum aðeins áfram. En við fáum þetta með Create React App, við fáum lágmarkslinting, við fáum, nú er alltaf þegar hún setur eitthvað nýtt, þá hotreloadar glærusjóðið mitt, þannig að það geti gert það hérna aðeins. Lágmarkslinting, þannig að við fáum ESLint með bara svona algjörlega lágmarksreglum sem þurfum til þess að forritun okkar sé ekki að brotna. Við fáum hotreloading, eins og er að gerast núna, og við fáum þetta mun aðeins keyra á client. Þannig að þetta verða þá ólíkt því sem við höfum verið að gera núna fyrstu vikurnar núna í Webfortran 2. Við erum búin að búa til forrit sem skila HTML frá serverunum. Þarna munum við fá verkefni sem eru bara HTML, JavaScript og CSS og HTML er ekkert meira en bara tómt body eða tómt body með einu divi með ID sem heitir root sem allt React appið okkar mun vera keyrt inn í. Þannig að þessi forrit verða ekki, hvað vil ég segja, þau eru ekki eins og við myndum vilja setja þau live á vefinn, af því við myndum lenda í alls konar svona vesenni, af því að við höfum ekkert HTML sem er búið að rendera út í klientin. Þannig að þessu SEO verður vesen, við getum lent í vandræðum með hraða á ákveðnum hlutum, við þurfum alltaf að bíða eftir því að allt appið okkar keyri, byrjum að sækja HTML, CSS og JavaScriptið, svo þurfum við að bíða eftir því að JavaScriptið keyri og búi til allt dommið, setji það inn í þetta div og teikni sig, þannig að það getur tekið lengri tíma. Þannig að þetta er þetta sem er kallað client-side rendering og er ekki server-side rendering eða SSR, eins og það er oft kallað. En við munum sjá hvernig við gerum það með hérna next. Við þurfum að bæta við ESLint RC.json skrá eða setja líkil í package.json til þess að linturinn, ESLint eða hérna, tólið sem við erum að nota í ritlunum okkar pikki þetta upp og linti rétt fyrir okkur. Þannig að við þurfum að gera annarkvort af þessu hérna tvennu. Síðan getum við sett upp fyrir Chrome eða Firefox extension sem er bara React DevTools
sem leyfir okkur að skoða, inspekta, eins og við höfum inspekta bara DOM-tréð, að inspekta React Virtual DOM-tréð sem það er búið til, sem þá í raun þetta component tré sem við munum skoða þessu eftir. En React heimið reynir að gera það aktíft að láta í raun það að vinna með React vera góð upplifun fyrir foreldra, þannig að það er lagt mikið upp úr developer experience og það þýðir þá að í raun það er góð skjölun og skjölunin fyrir React er góð og í raun þessi yfirferð yfir React virknina er eitthvað sem að ég byggi bara mestu leyti á þeirri skjölun, bæði þegar þá hafið eitthvað sem getur farið nánar í og skoða fleiri dæmi og séð í raun aðra önnur take á þetta. Og ef við gerum einhverja villu þá er alltaf reynt að láta villuskilabúin í raun leiða þig áfram að lausninni. Þannig að það er ekki bara eitthvað error, heldur það error, ertu að gera þetta en ætlar að gera hitt. Þannig að það er mjög gott. Og þau láta oss vita af einhverjum algengnum innsláttarvillum, ætlar að kalla þetta fallan ekki hitt. Láta vita ef við erum að gera einhverja vitleysu sem að getur valdið okkur vandræðum í því hvernig við erum að búa til DOM-ið okkar og fleira sem við möttum að sjá. En ef við að sjá jú, þetta er komið og við erum búin að setja þetta upp, þannig að núna fáum við raun í þessu þetta developer experience byrjar þannig að nú segir nokkur hvernig þetta er og nú getur við farið og keyrt yarn start, þannig að við getum farið inn í cd test yarn start og nú keyrum við upp þetta og fáum upp verkefnið og við fáum React logoið og eitthvað breyttu þessu skrá og seifaðu til þess að reloada og svo linkur yfir á bara React.js það sem er í raun documentationu og yfirferðum þessu allt saman. Þannig að við förum inn í test, við förum í source og app og gerum gerum upprópunarmerki og þá sjáum við þetta hot reloadar og við getum sagt vá! Þannig að þetta er í raun bara það sem við fáum beint frá því að gera þetta er að við getum byrjað að forrita í React. Og við fáum einhver slatta af einhverju dóti og öll mín dæmi gerðu nákvæmlega þetta nema svo fór ég inn og ég hendi öllu því út sem að þurfti ekki absolutely að nota og til að geta sýnt fram á ákveðið koncept. Þannig að við lokum þessu og fyrir aftur að þá skulum við fara að skoða nánar þessi koncept í React. En fyrsta er þetta JSX sem að blanda saman HTML elementum, React komponentum og JavaScript. Og þetta er náttúrulega bara alveg blatantly gegn því sem ég talaði og sagði ykkur í Web Fortinet að við ætlum aldrei að blanda þessu saman, við ætlum að viðhalda þessari þrískiptingu HTML, CSS og JavaScript. En þarna er verið að segja þetta HTML og JavaScript, sú skipting er svolítið, þetta er alltaf tengt, þannig að leyfum því að vera tengdu. Og þegar við vinnum með þetta JSX, þá erum við að skrifa tré sem er bara eins og DOM-ið og það má svo treyra eða nesta JSX og reglan með JSX og HTML er svo að element sem byrja stórum staf eru React element eða React komponentar. Það eru interchangeable bara að nota komponent eða element. Yfirleitt segi ég komponent, stundu segi ég element. Og element sem byrja á litlum staf eru túlkuð sem DOM element. Þannig ef við erum með section með litlu s-i, þá er það DOM elementið section. Ef við erum með section með stórum staf, þá er það React elementið section sem að vísa einhvern React komponent sem að hugsanlega mun síðan spýta út úr sér HTML section. En aukarlega passar upp á að setja upp og gera eitthvað og græja eitthvað fyrir vefinn okkar. Og síðan eru öll laufin í þessu JSX tríi eiga að vera DOM element. Þannig að öll React element mun á endanum spýta út DOM elementi. Við höfum yfirleitt JSX inn í svigum til að koma í veg fyrir automatic semicolon insertion bugga og þegar við erum að vinna í JSX þá getum við skrifað slaufusvega og innan þess getum við sett bara JavaScript sæðir. Þannig að við getum verið með JSX 3 sem inniheldur 1
element, inn í því textanóða og inn í textanóðunni síðan JavaScript kóði sem keyrir hérna og þetta mun í raun vera síðan túlkað bara sem ptest 123 1.2.3 og síðan JSX-ið sjálft líka túlkað sem segð sem þýðir að við getum skilað því þannig að við getum verið með return sem skila bara einhverju svona sem þá í raun að skila HTML nóðu sem þá í raun lauf í þessu og við getum haft attribute á JSX elementum alveg eins og HTML elementum en munurinn sá að við getum þá tekið við þessum elementum og við tökum þau inn sem gögn inn í komponentun okkar og þetta ekki kallað attribute heldur þetta kallað props sem svona properties sem kom inn þannig að þetta liggur einhvers staðar á milli þess að vera attribute og argument og svona bara properties sem fara inn í þessa JSX element sem fara eiginlega inn í síðan React komponentuna og React komponentunir kóði þannig að þetta raun gögn sem fara inn í kóðan okkar og leyfa okkur þá að bregðast við og birta eitthvað eftir því hvaða gögn við fengum inn. Propsin eru skrifuð með camel case og þar höfum við sem sagt aftur curly brackets fyrir expressions þar yfirleitt venjan að nota sem sagt gæsalappi fyrir strengi og ef við erum með svona frístandandi attribute sem eru þá í raun þá eru þau túlkuð bara sem true en ef við viljum setja false þá verðum við að setja í raun jafnt og expressionið false og síðan þetta eins og við sáum þegar við vorum að vinna með vanilla JavaScript að class frátekið orð fyrir í raun bara það að búa til klassa þannig að við notum class name til þess að geta túlkað class attributið sem þá sem við notum til þess að tengjast við CSS-ið okkar síðan með XSS pælingar þá eru öll þessi gildi og allt þetta sem við setjum inn allt escapeað af React til þess að við reynum að koma veg fyrir XSS árásir þegar við erum að búa til þessi tré okkar, þessi JSX tré þá þurfum við að nota self-closing syntaxin sem kemur hérna úr XML og XHTML sem þýðir alltaf að við erum til dæmis með BR fyrir eitthvað break eða við erum með input þá endar það á forward slassi og líka náttúrulega img elementið þannig að það verður að reyna að vera gilt XML tré hlut tré sem við erum að vinna með í JSX og þá gildir það sama fyrir HTML og fyrir JSX element en síðan það sem þetta í raun og veru ekkert nema bara syntactic sugar fyrir kall sem í React sem heitir React create element og þá þetta náttúrulega bara hliðstæða þess að nota window.create element að vinna beint með DOM-ið og það sem gerist í raun að eitt af tólunum sem sett upp og virkar með þessu React dótöldu saman þýðing úr JSX sæðum yfir í endurkvæm köll í React create element þannig að þá þarf yfirleitt að vera búið að importa React til þess í raun bara að þessi þýðing geti átt sér stað og þá þýðir það að við þurfum að hafa þetta einhverstaðar efst eða hafa þetta efst í kóðanum okkar til þess að JSX okkar sé rétt túlkað sum tól hafa sagt hei þetta óþarfi, sleppum þessu eins og til dæmis Next.js en það bara eitthvað sem maður kemst að þegar maður vinnur með þetta þannig að ef við erum með þetta element í JSX nóðu þá verður þetta túlkað sem React create element hérna þannig að það sé bara þetta parentið þannig að þetta verður parentið hérna og síðan kemur inn hérna einhver object af attributum sem þá verður allt sem sett á hérna elementi sem attribute og síðan eru öll börn koma inn sem React create element og ef að þau eiga sér ekki síðan frekari börn heldur bara textanóður þá eru textanóðan sett inn hér þannig að hérna erum við að búa til þetta tré og þetta alveg sama pælingin og það sem við vorum að gera þegar við vorum að búa til okkar eigin element með DOM-aðgerðum nema þarna React að sjá þetta og það að búa til DOM-elementin verður að vera svona low-level aðgerð síðan það að vinna með HTML
ólíkt því að vinna með eins og JavaScript er það að HTML er declarative API og React heldur í það að við segjum hvað við viljum, við lýsum UI-in okkar í gegnum þessi element og React og eða HTML passar upp á að það passi. Það er að segja við segjum settu H1, settu section og svo er það teiknað. Við segjum ekki settu titilinn þarna efst, settu textan fyrir neðan. Við segjum í raun, við lýsum þessu deklaratíft og svo kemur CSS-ið inn og teiknar þetta fyrir okkur. Og þá kemur þetta náttúrulega enn frekar inn í React, þar sem maður tekur þetta lengra, þar sem við erum ekki bara að segja hvernig HTML-ið okkar eigi að vera, heldur líka oft hvernig á einhver ákveðin virkni að vera. Þar sem við setjum HTML-ið okkar upp og svo segjum við þegar þú ítir á þennan taka, þá átt að búa til þessi nóðu og þú átt að setja síðan textan inn í þessu nóðu og svo átt að bæta henni við þetta neðst. En React abstrakta þetta líka í burtu og segir þá í raun bara þegar þú ítir þennan taka þá ætlum við bætir við þessu JSX elementi og React síðan baka tjöldur sér að teikna þetta og gera það allt rétt. Þannig að við segjum birtu taka sem stendur á high en ef við gerum þetta imperatíft þá segjum við nákvæmlega hvað það á að gera. Búið til button element, bættu við texta elementinu, bættu takkunum við dommið. Þannig að þetta er í raun munurinn á, þegar við erum með imperatíft API, þá erum við að segja nákvæmlega hvað það er að gera. Við erum að segja nákvæmlega bara skref fyrir skref, við erum að segja uppskriftin að því hvernig það er að gera þetta. En deklaratíft, þá segjum við í raun, mig langar til þess að sjá þetta, findu út úr því hvernig þú gerir það. Mér er í raun sama hvaða skref þú tekur að því, bara svo lengi sem það gerist. Þessi JSX element eru síðan ekki DOM element á meðan við erum að vinna með þau og eiga við þau, heldur verður þau bara til á einhverjum tímapunkti sem DOM element og þá þurfum við að keyra eitthvað fall sem framkvæmir þessa túlkun og þá er það í raun frá React DOM, það sem er í raun library sem tekur þá React tré, React JSX tré og túlkar það yfir í DOM tré. Þá er það sett síðan inn í eitthvað oftast einhver nóða með ID root og þá er það yfirleitt eitthvað svona react.dom.render sem því að þá renderaðu eitthvað element og settu niðurstöðuna í þetta. Þannig að ef við skoðum aftur hérna þar sem við vorum með þetta test app sem við settum í báðan, þá er þetta allt HTML sem við höfum með einhverjum kommentum hérna, en þetta er það sem að bodyið okkar er. Það er bara þetta div ID root og það er ekkert meira. Og það er ekkert meira að skrifa þarna inn. Og síðan höfum við í raun eitthvað index.js hérna sem að tekur þá í raun React DOM, tekur appið okkar sem við skrifum og renderar það inn í þetta root. Og þá er þetta hérna React elementið okkar og þá höfum við hérna eitthvað JSX element sem við getum skoðað og JSX elementið er þá í raun contentið eða efni vefsins okkar. Síðan þegar við uppfærum eitthvað, þannig að við ítum á einhver takka sem að segir hérna, fjarlægðu núna þennan part af vefnum og birtu nýjan part, að þá tekur React fyrra JX tréð og þá er þetta eitthvað virtual DOM sem er svona, já ég held að sé þá kalla það er svona eitthvað. Það er sett þessi í minni, bara í React er haldið utan hvernig leit þetta út, hvaða aðgerð var framkvæmt, hvað er nýja tréð og hvað eru síðan minnsta sett af aðgerðum til þess að fá nýja tréð út frá gamla trénu. Og það þýðir þá í raun að það þarf að reconciliation sem á sér stað og þetta er í raun algoritmi sem er svona kjarninn í React sem er þá að segja, ok, það fjarlæðist hérna einhver takki þannig að núna þarf ég að gera hérna DOM, ég þarf að gera remove element aðgerð til þess að fjarlæga hann úr DOMinu. Og þetta þýðir þá að, eins og ég sagði áðan, að allar DOM aðgerðirnar verða bara svona low level aðgerðir sem React sér við þurfum aldrei, eða ættum aldrei að þurfa að segja create element eða append child eða remove child. React sér það fyrir okkur. Við lýsum því hvernig UI-ið okkar eiga að vera og React sér að teikna það með þá í þessum DOM aðgerðum.
út af því að það er deklaratíft. Og þetta gerist þá þegar við uppfærum eitthvað sem er einhver staða einhver staðar í þessu tríi okkar sem við munum skoða eftir, þar sem að við breytum einhverju og breytist það einhver stöðu uppfærsla sem að uppfæri þá í raun allt tríið okkar eða bara einhvern hlutrý. Þetta reconciliation er í raun bara mjög áhugaverð svona tölvunarfræðileg þraut og það eru ýmis shortcut sem maður þarf að gera út af því að ef þú ætlar að gera þetta í raun bara one to one, eitt tré verður breytist í eitthvað annað, þá er þetta í raun O af n í þriðja sem er afskaplega hægt. En það er í raun alls konar svona shortcut sem að React tekur til þess að stytta þetta. Og þetta er í raun það hratt að það er í raun, við erum að gera þetta ítrekað, við erum ítrekað að endurteikna UI-ið okkar. Þannig að þetta er svona það sem er mjög gróflega gert. En já, og þetta er seinasta fyrir þetta, blessunarlega, fyrst ég komin aðeins frá mér. En þetta er sem sagt, React vinnur allt á því að búa til þetta tré sem síðan einhvern veginn er rendrað út. Og það sem við ætlum að nota er í raun DOM, React DOM, til að búa til DOM tré. En það sem að React er í raun afskaplega svona fallegt við það hversu abstrakt þetta er að það er ekkert mál að búa, ok, það er mál, en það er hægt að búa til aðra rendera sem rendera þetta yfir eitthvað annað. Til dæmis eins og það sem að React Native gerir. Það sem þú býr til í raun alveg eins, öll þau koncept sem við fara yfir núna, eiga við þegar við erum að nota React Native, nema þá erum við ekki með React DOM, sem er að rendera þetta út í DOM-ið, heldur erum við með annan render sem renderar þetta yfir þá annarkvort yfir fyrir iOS eða fyrir Android. Þannig að þá getum við skrifað eitt forrit sem er svo renderað fyrir 2 mismunandi plattforma og nýtir native hluti þar.